Svokallaðar lúmteygjur hafa svo sannarlega slegið í gegn hjá ungu kynslóðina undanförnu. Að ræða gúmmíteygjur í mismunandi stærðum og litum sem auðveldlega má breyta í hin litríkustu armbönd, hringa og hálsfestar. Við hittum nokkra hressa krakka á Dalvík sem kolfallnir eru fyrir teygjunum og fengum þá til þess að útskýra þetta gúmmíteyju æði betur. Það er bara mjög gaman að eiga svona armbönd. Það hægt að dunda sig við þetta alltaf, alls þar. Þetta ekkert erfitt að búa til svona armbönd? Nei, það var dálítið erfitt í fyrsta skipti en síðan þegar maður er búinn að læra þetta þá er þetta ekkert erfitt. Og hvernig gerir maður þetta? Það eru til nokkrar margar aðferðir. Það er þetta svona þykkarnálar og svo erum við með svona einhvern veginn stand og svo eru gafflar og svo getur líka bara notað puttana. Eins og þú ert að gera? Já. Og hvað, verður maður ekkert sár í puttunum af þessu? Jú, en ekki þegar maður gerir svona einfalt og það er þetta að gera einfalt og tvöfalt. Og þegar maður gerir tvöfalt þá er maður með fleiri teygjur og þá er miklu óþægilegra. En það er til alls konar teygjur. Hvernig teygjur er best að nota og hvaða teygjur finnst ykkur fallegastar? Mér finnst bara best að nota það sem teygjast vel og mér finnst mjög fallegt ef það eru svona skiptar í lit. Og mér finnst þessar hérna flottastar út það eru svona grænara utan og hvítara innan. Og mér finnst langbest að nota þau út það teygjast svo vel og svona. En hverjir geta búið til svona hluti úr þessum teygjum? Er þetta alveg bara fyrir smábörn? Já, það geta allir gert þetta sko. Og er þetta jafnt fyrir bæði stráka og stelpur? Já. Ungmennin 6 á Dalvík hafa þó ekki bara búið til teygjuarbönd sér til skemmtunar, heldur hafa þau látið gott að sér leiða með framleiðslunni með því að selja böndin á Dalvík, en ágóðinn mun renna til rannsókna á krabbameini í blöðruhálskirtli á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Segið mér þá aðeins betur frá þessari sölu. Hvar hafið þið verið að selja arböndin og hvernig hefur það gengið? Bara vel, við höfum bara verið hérna á Dalvík að selja. Við höfum bara verið hérna bara í háa upp í hverfinu og hérna fyrir neðan. Dalvíkingar eru greinilega hrifnir af arböndunum því hópurinn hefur selt gúmmíarbönd fyrir 75.000 krónur. En hvers vegna völdu þau að styðja við blöðruhálskrabbameinsrannsóknir? Já, afi hennar hérna Rebekku hefur fengið það og er með það. Og við erum með svona aðalega að gera þetta honum. En hvað vill fullorðið fólk alveg ganga með svona gúmmíarbönd? Já, kannski er það, ég veit ekki alveg hvað að geða við það, kannski geða bara litlu krakkinu sín með eitthvað, ég veit ekki. En eru þau hætt framleiðslunni, eru þau hætt að selja arböndin núna, eru þau búin að afhenda peningarna eða? Ég veit það ekki alveg sko. Við ætlum kannski ætlum að halda áfram, ég veit það samt ekki alveg því við erum búin að fara dálítið mikið sko hérna í Dalvík. En ég held samt að við sem eiginlega bara hætt sko, þetta er bara með að ganga vel við.